kvöldi og mikið gaman að sjá ykkur, láti veðri ekki stoppa ykkur. Fugu hérna inn. Við ætlum að eiga bara notalega stund saman í kvöld og það að sjálfsögðu kór Lindakirkju undir stjórn Óskars Einarssonar sem að leiðir sönginn en þið takið endilega undir þegar við á. Og ég vil bara hefja stundin á því að signa okkur og biðja saman upphafsbænina. Við segjum nafn Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Drottinn, ég komin í þitt heilaga hús til að lofa þig og ákalla og til að heyra hvað þú, Guð, Faðir skapar minn, þú Drottinn Jesús frelsar minn, þú heilagi Andi huggar minn, vilt við mig tala í þínu orði. Drottinn, heyr þú lofgjör mína á bæn og opna þú með þínum heilaga Anda hjarta mitt fyrir sakir Jesú Krists, að ég fyrir þitt orð, yðri synda minna, trúi á Jesú í lífi og dauða og taki framförum í kristilegu hugarfari og líferni. Bæn heyr það og Guð fyrir Jesú Krist. Amen. Standing in your presence,
fengið að gefa þeim gott klapp. Svo glemdi ég að kynna mannin á orgelinu, Óskar. Þetta hann Þórir okkar, Haraldsson. Það má alveg klappa fyrir Það má Þóri. klappa fyrir honum. Heyrðu, við skulum núna bara biðja saman miskunnar bæn. Drottinn miskunna þvós. Drottinn miskunna þvós. Kristur miskunna þvós. Kristur miskunna þvós. Drottinn miskunna þvós. Drottinn miskunna þvós. Svo megið þið bara sem megið auðvelt með rísa á fætur og við syngjum saman dýrðarsönginn. Fyrri ritningalestur dagsins úr 5. Mósebók og hljóðar svo: Drottinn Guð þinn mun leiða þinn í gott land, inn í land með lækjum, lindum og uppsprettum sem streyma fram í dölum og á fjöllum. Þegar þú hefur etið og ert orðinn mettur, skaltu lofa Drottinn Guð þinn fyrir landi góða sem hann hefur gefið þér. Gæt þess þá að þú gleymir ekki Drottni Guði þínum og hættir að hlýða boðum hans, ákvæðum og lögum sem ég set hér í dag. Þú skalt ekki hugsa með þér: ég hef aflað þessara auðæfa með eigin afli og styrk handar minnar. Minnstu heldur Drottins Guðs þíns, því að það var hann sem gaf þér styrk til að afla auðs, til þess að standa við sáttmálann sem hann sór feðrum þínum eins og hann gerir enn í dag. Og þannig hljóðar heilaga orð Guði. Og síðari ritningalesturinn úr fyrra Korinthubréfi: Sem vitur byggingameistari hef ég lagt grundvöll eftir þeirri náð sem Guð hefur veitt mér, en annar hefur byggt ofan á. En sér hver athugi hvernig hann byggir. Annar grundvöll getur enginn lagt en þann sem lagður sem Jesús Kristur. En ef einhver byggir ofan á grundvöllin gull, silfur, dýra steina, tré, hey eða málm, þá mun koma í ljós hvernig verk hvers og eins Dagurinn mun leiða það í ljós, því að hann opinberast með eldi og eldurinn mun prófa þvílíkt verk hvers og eins Ef það fær staðist sem einhver byggir ofan á, mun hann fá laun. En brenni það upp, mun hann bíða tjón. Sjálfur mun hann komast af, en þó eins og úr eldi. Þannig hljóðar heilaga orð. Við ætlum að syngja núna lag sem svolítið langt sem við stungum og vonandi þið fljóta að læra og getið tekið undir með okkur. Frábær texti, þetta úr Sálmi 139, einn af mínum uppáhaldssálmum. Segið frá að Guð þekkir okkur áður við verðum hugmynd, með þess að bara hann þekkti okkur og áður en að nokkuð var til. Svolítið merkilegt, og hann þekkir huga okkar líka og við getum alltaf að leita til hans bara og þurfum ekki alltaf að hrópa til hans. Hann sér hvernig okkur líður og hann svarar bænum okkar ef við bara erum einlæg. En hérna kemur lagið Hann þekkir mig.
dásamlegu texti, við ættum að syngja þetta oftar. Það er einfaldur, en segir samt svo margt. Heyru þá með því sem við auðvelt meira ís á fætur og við heyrum heilagt Guðspjall. Og það stendur í Mattheus á Guðspjalli. Svo himnaríki sem mann ætlað úr landi. Hann kallaði á þjóna sína og fól þeim eigur sínar. Einum fékk hann 5 talentur, öðrum 2 og þeim 3. 1, hverjum eftir hæfni. Síðan fór hann úr landi. Sá sem fékk 5 talentur fór þegar, ávaxtaði þær og græddi aðrar 5. Eins gerði sá 2 fékk, hann græddi aðrar 2. En sá sem fékk 1 fór og gróf fé húsbónda síns í jörð og faldi það. Löngu síðar kom húsbóndi þessara þjóna og lét þá gera skil. Sá með 5 talenturnar gekk þá fram, færði honum aðrar 5 og sagði: Herra, 5 talentur seldir þú mér í hendur, hér hef ég grætt aðrar 5. Húsbóndi hann sagði við hann: Gott, þú góði og trúi þjónn. Yfir litlu varstu trúr, yfir mikið mun ég setja þig. Gakk inn í fögnuð herra þíns. Þá gekk fram sá með 2 talenturnar og mælti: Herra, 2 talentur seldir þú mér í hendur, hér hef ég grætt aðrar 2. Og húsbóndi hann sagði við hann: Gott, þú góði og trúi þjónn. Yfir litlu varstu trúr, yfir mikið mun ég setja þig. Gakk inn í fögnuð herra þíns. Loks kom sá fékk 1 talent og sagði: Herra, ég vissi að þú ert maður harður, sem uppsker þar sem þú sáðir ekki og safnar þar sem þú stráðir ekki. Ég var hræddur og fól talentu þína í jörð. Hér hefur þú þitt. Og húsbóndi hann sagði við hann: Illi og lati þjónn. Þú vissir að ég uppsker þar sem ég sáði ekki og safnað þar sem ég stráði ekki. Þú átti því að leggja fé mitt í banka. Þá hefði ég fengið það með vöxtum þegar ég kom heim. Takið af honum talentuna og fáið þeim sem hefur 10 talenturnar. Því að hverjum sem hefur mun gefið verða og hann mun hafa gnægð, en frá þeim sem eigi hefur mun tekið verða, jafnvel það sem hann hefur. Og þannig hljóðar heilaga Guðspjall. Við skulum standa áfram og játa saman trúna. Ég trúi á Guð, Föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans einkason, drottinn vorn, sem getinn af heilugum anda, fæddur af Maríu mey, píndur á dögum Pontiusar Pílatusar, krossfestur, dáinn og grafinn. Steig niður til heljar, reis á 3. degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs Föður almáttugs og mun þaðan koma til að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndana, upprissu mannsins og eilíft líf. Amen. Þá með við fá okkur sæti og við heyrum lagið Use Me. Það ekki lose me, sko. Sumir heyra vitlaust, þetta use. Þegar hún Dí sagði mér hvað hann ætla að tala í dag, þá var þetta eina lagi sem kom upp í huga minn. Það var bara þetta og afsakið á ensku. Ég er búinn að reyna að láta þýða þetta, það er bara svo erfitt að þýða þetta á íslensku, eða orð use me. Það virkar ekki kannski auðlýsettir góðum texta. En Kitty ætlar að taka erindin fyrir okkur. Og gaman að sjá svona mörg hérna. Það er vont veður og þið mætið svona vel. En daginn var vont veður, þá mættu þið líka vel. Kannski bara vonum að sé alltaf vont veður á sunnudagskvöldum. Þá mæta allir í messu. En hér kemur lagið Use Me.
in your hand. Stretch it forth and walk on dry land. If you can use anything, Lord, you can use me. If you can use anything, Lord, you can use me. This is my prayer today. You can use anything, Lord, you can use me. Take my hands and my feet, Lord. Take my hands, Lord, and my feet. Touch my heart. Touch my heart, Lord, speak through me. If you can use anything, Lord, you can use me. I remember a story. I remember it well. You took a shepherd boy, David, with a sling in his hand. He took a rock and a sling in his hand. Stretch it forth and the giant will stand. If you can use anything, Lord, come on and use me. Take my hand, and my feet. Touch my heart, speak through me. If you can use anything, Lord, you can use me. I am willing to be You can used. use anything, Lord, you can use me. Take my weary hands, Lord. Take my hands, Lord, and my feet. Take my feet, Lord. Touch my heart, Lord, speak Speak to to me. me. If you can use anything, Lord, you can use me. If you can use anything, Lord, you can use me. You can use me every day. You can use anything, Lord, you can use me. Help me move my way. Take my hands, Lord, and my feet. Touch my heart. Touch my heart, Lord, speak through me. If you can use anything, Lord, you can use me. Use me, Lord. If you can use anything, Lord, you can use me. If you can use anything, Lord, you can use me. Það vantar ekki hæfileikana í þessum kór, en nú verð ég bara að viðurkenna, ég er svo léleg með nöfn og þessu mikið nýju fólki í kórnum. Kitty, gefum henni gott klapp. Já, hvað hugsuði þegar ég las sögunum talentnar? Mér er svona ekkert rosalega einföld. Ok, húsbóndinn fór í ferðalag og skildi þjónana sinna eftir og einum gaf hann 5 talentur, þetta voru peningar sem sagt. Og hann ávakstaði það og græddi bara aðrar 5 talentur og húsbóndinn var rosalega ánægður og bara yfir litlu varstu trúr og yfir mikið mun ég setja þig. Og eins þessi sem fekk 2, hann ávakstaði og græddi aðrar 2 og húsbóndinn var rosalega glaður með hann og veitti honum bara meiri ábyrgð. En ég finn svo til með þessum 3. sem fekk bara 1 talentu. Og ég skil hann svo vel, hann fekk bara 1 og hann var kannski hræddur, hann var greinlega hræddur við húsbóndi sína, þetta var harður húsbóndi. Og hann þorði ekki að taka neina sénsa.
og hann var hræddur að tapa þessari talentu, þannig að hann hugsaði bara ok, það öruggasta bara að grafa hana í jörðu og geyma hana, þá hann bara á vísum stað þegar húsbóndinn kemur tilbaka. Ég get alveg tengt við það, svo kom húsbóndinn og lét hann bara fá það. Og hvað sagði húsbóndinn? Illi og lati þjónn. Hann var ekki ánægður með hann og hann tók mér þessa einu talentu af honum og gaf þessum sem fékk 10. Hvað þýðir þetta? Hvað þýðir þetta? Sko, ef við hugsum okkur talentunar, bara, sko, Guð gefur okkur öllum gjafir. Hann gefur okkur öllum fullt af hæfileikum og getu, en mismunandi og kannski mismikla og á ólíkum sviðum. Og ég held að sé þannig eins og með þessar, þú veist, þess sem fékk 5 talentunar og ástæðar, ég held að ef við fæðumst með einhverja hæfileika, ef við ræktum þá, leggjum rækt við þá, æfum okkur, við erum kannski góði að hlaupa. Sumir eru rosalega auðvelt með að hlaupa langhlaup. Og viðkomandi íþróttamaður er rosalega duglegur að æfa sig og hleypur að æfa sig. Hvað fær hann þá? Hann fær stærri og flottari verkefni. Hann kemst kannski upp á ólympíuleikana eða einhver stórmót eða einhver maraþon. Og bara allt í íþróttafólk, maður sér það. En ef maður fær hæfileika og bara situr á þeim heim og gerir ekki neitt með þá, þá verður maður allan ekki betri. Og við fáum ólíka hæfileika eins og Óskar. Þetta klárlega meðfæddir hæfileikar. Það bara þannig. En ég get alveg lofa ykkur því að hann er rosalega duglegur að æfa sig líka. Er það ekki, Óskar? Jú, hann er mjög duglegur að æfa sig. Það er ekkert nóg að fæðast bara með einhverja hæfileika, maður verður að leggja rækt við þá. Þá verður maður bara ennþá betur og maður fær stærri verkefni og ef maður er duglegur í vinnunni og góður í einhverju, þá fær maður bara meiri ábyrgð og svona. Sko, þegar ég var í háskólanum, þá var ég á einhverju tímapunkti rosalega mikið að hugsa um þennan texta. Og ég var að velta fyrir mér, ok, hvaða hæfileikar ég með og hvernig á ég að nota þá bara Guði til dýrðar og öðrum til blessunar og það kom ekkert upp í hugan. Ég bara, ok, ég spila ekki á hljóðfæri og ég syng ekki. Það var ekkert svona augljóst allan. Þannig ég ákvað bara, ok, það hlýtur samt að vera eitthvað og var ræðið þetta við skólafélaga minn og vorum eitthvað að spá í þessum texta. Og hann sagði, oft eru hæfileikarnir liggja oft bara það sem áhuginn manns áhugasviðið. Hann sagði, á hverju hefur áhuga? Ég sagði, já, ég veit nú ekki hvað það getur nýst Guði, það meira svona, mér gaman að prjóna bara heima við sjónvarpið á kvöldin. En það bara svona mitt hobby. En síðan var ég bara með þetta bakveirað. Svo var ég stuttu síðar að fara að undirbúa með að skrifa lokaritgerðina. Og þurfti ég að lesa alveg fullt af bókum til að afla mér heimilda. Og ein bókin var eftir bandaríska konu, guðfræðing, sem skrifaði mjög bara góða og persónulega bók glímu sína við krabbamein og Guð. Og á einum stað í bókinni þá sagði hún frá því að hún lá inn á spítalanum, var í einhverjum rannsóknum eða lyfjagjöf eða eitthvað. Þá kemur til hennar kona úr kirkjunni, heimsækjana. Og hún fær henni bænasjal. Og prayer shawl á ensku. Og sagði, já, við erum bara hópur í kirkjunni sem erum að prjóna. Og við biðjum fyrir öllum sjölunum og öllum sem fá sjölinn og okkur langaði bara að færa þetta sjal. Ok, svo les ég þess áfram og svo segir hún, svo var það einn daginn að henni leið svo illa, bæði hún var svo kvalin og henni leið bara svo illa andlega, hún fann ekki orð til að biðja til Guðs, guðfræðingurinn sjálfur. Hún sagði, ég gat ekki orðað bænina. En hún sagði, það var svo gott að ég gat teygt mig í sjalið, þetta er bara meitt svona lítið. Hún sagði, ég setti sjalið bara yfir axlinar. Hún sagði, þetta var bara svona svo hlýtt faðmlag. Og hún sagði, ég þurfti engin orð. Af því ég fann bara, ég var fullviss það er fullt af fólki sem þykir vænt mig og það er fullt af fólki sem er að biðja fyrir mér. Og þetta sjálf var bara tákn það. Og svo nefndi hún þessi sjöl, hún fékk fleiri sjöl sko.
Svo nefnir hún þessi sjöl nokkur sinnum í bókin og ég náttúrulega var hann svo forvitin. Hvað er þetta prayer sjöl? Þannig að ég fór að googla og þá er þetta sem sagt grasrótarhreyfingi sem var til í bandarísku kirkjunni árið 1998 og 2 konur sem höfðu gaman að prjóna sem stofnuðu hóp og fóru að prjóna og hekla svona bænasjöl sem að þær blessuðu og báðu fyrir öllum sem fengu sjölin og kirkjan gat svo gefið fólki sem var að glíma á einhver erfiðleika, veikindi eða ástvínamissi, skilnað eða einhver leiðindi. Og og svo hefur þessi hugsjón sem sagt dreifst bara og breiðst út heiminn og komið bara til fullta landa. Og ég googlaði meira. Ég sá að það var engin hópur á Íslandi. Og ég var ég var í starfsþjálfun í Lindakirkju. Og ég bankaði hjá Gumma Kalla, eða Guðmundi Karli, sóknarprestinum og var vof heiminn og sagði ég hefði verið að lesa þessa bók og hvernig hann finnst þessi hugmynd og hvort ég mætti kannski byrja með bara í sjálfboðvinnu, svona lítinn prjónahóp. Og hann náttúrulega svo jákvæður tekur öllum hugmyndum fagnandi og bara frábært, þú byrjar bara í næstu viku. Ég ég samt að skrifa ritgerðina og hann sagði, þú hefur alltaf 2 tíma til að prjóna, það ekki? Jú, alveg rétt. Þannig að við gerum það og hann fann mér þess nafnið á hópinn, Vinavoðir. Eins og varðarvoð, bara vinavoð. Og síðan eru komin 9 ár og við erum ennþá alltaf að prjóna inn í kennslustofu á mánudögum milli 11 og 1 og allir velkomnir. Og þar erum við að prjóna og hekla svona bænasjöl sem við byggjum fyrir og byggjum fyrir öllum sem fá þau og eigum gott samfélag og mér þykir svo vænt þennan hóp að það alltaf að fjölga í hópnum en það hefur myndað svo góð vinátta og traust og þetta náttúrulega konur sem eru flestar hættar að vinna, sökum aldurs eða veikinda eða eitthvað og þarna hittumst við vikulega og erum að vinna sameiginlegu verkefni fyrir kirkjuna öðrum til blessunar. Þannig að þetta er mjög gefandi og gott. Og bara nefna megi manda, á eftir þegar þið farið út þá verða kassar með bænasjölum, þannig að ef það er einhver í kringum ykkur sem að glíma við einhverja erfiðleika, þá megið þið endilega taka sjálf, eða ef þið sjálf þurfið á bænasjál að halda, þá verið bara ófeimið að taka með ykkur sjálf. En þess að pointið með þessu er að Guð hefur gefið okkur öllum hæfileika eða einhverja getu og þó að okkur finnst hún kannski vera voðalega lítil og ómerkileg og sjáum ekki alveg hvað Guð getur gert með þetta. Ef við leggjum þetta í hans hendur og notum þetta í þjónustu við hann, að þá margfaldar þetta og hann gerir eitthvað gott úr þessu. Það er bara þannig. Amen. Dís sem er svo fullt af hæfileikum. Hún sagði ekki frá þeim öllum, hún er ekki að duglega í crossfit gera arbeiður og svona. Katrín ætlar að syngja í næsta lagi sem er lag sem við sungið mikið í fermingum en alveg stórkostlegu texti til Kristján Hjartarson sem heitir Drottinn minn til himinn hæða. Huga mínum beindu nú
þá er komið að bænastund og við höfum þannig háttin á hér í Lindakirkju að við eigum bara hvert og eitt hljóðastund með Guði í sætunum okkar og berum fram þau bænarefni sem á okkur hvíla á meðan að kórinn syngur einhvern fallegan sálm. En mér langar að benda ykkur á bænaaltari hérna aftast í kirkjunni. Það er hægt að kveikja á kertum fyrir bænarefnum og eins skrifa á miða bænarefni og stinga í raufina á altarinu og það er trúr hópur hérna sem hittist alltaf á 5. og biður fyrir öllum bænarefnunum. Drottinn, ég þakka þér fyrir gjafirnar sem þú hefur gefið okkur. Viltu hjálpa okkur að koma auga á hæfileika okkar og sýna okkur hvernig við getum notað þá sem best, öðrum til blessunar og þér til dýrðar. Og við viljum biðja sérstaklega fyrir vinum okkar og Lindakirkju sem eru stödd út í Gautaborg á spítala. Viltu gefa að koma eitthvað nýtt í ljós í rannsóknunum og við biðjum bara fullkominn bata Drottinn og viltu vera með þeim og blessa þau. Og við biðjum einnig fyrir þeim bænarefnum sem hafa borist okkur í Lindakirkju. Við biðjum fyrir þeim sem glíma við sjúkdóma, sorg, fjárhagsáhyggjur og einsemd. Og þú þekkir allt sem við erum að ganga í gegnum og biðjum að mæta okkur á þann hátt sem við þurfum. Og allar bænir okkar felum í bænir sem þú kendir og biðjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki,
Verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Þá fer að líða lokum hjá okkur. Ég gleymdi að segja að hverju sjali fylgir bæn eða ljóð. Þetta er þýðing á enskum sálmi sem er svo fallegur og heitir Lofar Guðs. Og ég held í munan, þannig að ég ætla að segja ykkur hvernig þetta hljómar. Ég aldrei hef lofað að brautin sé bein og blómskrítir blómstígar alla leið heim. Ég get ekki lofað þér gleði án sorgar á göngunni með mér til himinsins borgar. En ég get lofað þér aðstoð og styrk og alltaf til ljós þó að brautin sé myrk og leita því hugan að lofa því hef að leiða þér sjálfur hvert einasta skref. Fallegt. En þið megið rísa fætur og þiggja blessun drottins. Drottin blessi þig og varveiti þig. Drottin láti sín ásýn lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottin upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið. Í Jesú blessaða nafni. Amen. Svo megið bara fá okkur sæti og hlustum á loka lagið. Ég ætla að fá að bæta við að það er alveg að bresta á Country Festival okkar sem er hérna eftir 3 vikur og það er bara selst vel, þannig að þið viljið tryggja ykkur með það, þá myndi ég bara gera það strax í kvöld. Þetta er á klikk.is, K-L-I-K, ekki 2K, þetta er klikk.is. Verður dundur bandið hérna, frábæri flytjendur frá Texas og kórin verður hérna líka í stuði og þetta verður stór veisla. Ég bara segi ykkur, þetta verður alveg, já, heilmikið veisla og ekki missa þessu, 27. hérna sunnudagskvöldi og það verður ekki messa þá í staðinn, heldur hún verður klukkan 11 morgun, það verður fjölskyldumessa í staðinn, þannig að þið vitið að því. En einn af okkar hæfileikaríku söngurum, hann Gísli Málari, hann er nú vanur að syngja síðasta lagið sem ég ætla að taka reynda núna bara, víst að hann liggur heima veikur. Biðjum blessun, þá vel við það sem Dís var að blessa okkur í lokin. Biðjum blessun, heiður, blessun og heiður okkar Drottni dýrðar hillum, Herra, Drottni sé heiður og dýr. Ég sagði biðjum blessun, heiður, blessun og heiður okkar Drottni dýrðar hillum, Herra, Drottni sé heiður og dýr. Og fyrir undanverk þínur, við lofum þig. Fyrir þinn heiður og þínum heilig. Og fyrir lausn og betra líf, ég lofa þig. Við lofum þig. Enginn steinn kemur í minn stað. Vil ekki hrópa, syngjum við öll í kór. Biðjum blessun, heiður, blessun og heiður okkar Drottni dýrðar hillum, Herra, Drottni sé heiður og dýr. Ég sagði biðjum blessun, heiður, blessun og heiður okkar Drottni dýrðar hillum, Herra, Drottni sé heiður og dýr. Og fyrir undanverk þínur, við lofum þig. Fyrir þinn heiður og þínum heilig. Og fyrir lausn og betra líf, ég lofa þig. Við lofum þig. Enginn steinn kemur í minn stað. Vil ekki hrópa, syngjum við öll í kór.
fyrir undraverð þínu, þín og þín. Þín heiður og dýrðinu mælir. Og fyrir lausn og betra líf, ég lofa þín. Við lofum þig. Engin steinn kemur í minn stað. Ekki hrópa. Syngið við öll í kór, byggjum Blessun, heiður. Blessun og heiður okkar drottni dýna hillum. Herra, drottni sé heiður og dýr. Ég sagði byggjum Blessun, heiður. Blessun og heiður okkar drottni dýna hillum. Herra, hillum. Herra, hillum. Herra, drottni sé heiður og dýr. Drottni sé heiður og dýr. Amen. Takk fyrir. Herru, þá þakka ég fyrir stundina, en ég vil líka minna á, og ég vona að þið vitið öll, að í Lindakirkju má standa þegar maður vill standa og maður þarf ekki að sitja með beltin spennt. Þannig að ég kveð ykkur með þessum orðum, förum í friði og þjónum drottni með gleði. Já, gerum það.